Í dag ætla ég að fara yfir verktakamiða lánardrottna. Þetta er app sem merkir lánardrottnafærslur með verktakamiðamerkingu og hefur síðan rafræn samskipti við skattinn til að senda þessar upplýsingar árlega inn. Verktakamiðar lánardrottna er ein af þeim vörum sem Advania er með í AppSource hjá Microsoft. Við byrjum á því að fara í þjónustutengingar og finnum hérna Advania verktakamiða lánardrottna. Við förum hér í vinnslu og hlöðum niður verktakamiðamerkingum og við sækjum það hér inn. Síðan förum við í aðgerðirnar, við prófum tenginguna og virkjum hana og við fáum hana hérna í gegn. Við erum að nota svona prófunarþjónustu hér í þessu. Þegar búið er að hlaða niður verktakamiðamerkingum eru það settar á lánardrottna sem við á. Hér sjáum við hvar þetta er sett á lánardrottnaspjaldið. Reiturinn heitir sjálfgefinn verktakamiðakódi. Þegar þessi merking er komin á þá erfist hún sjálfkrafa yfir í innkaupaskjöl og færslubækur. Hér sjáum við dæmi þessa merkingu á innkaupareikningnum. Hér sjáum við dæmi merkinguna í færslubók. Athugið það verður að vera tegund fylgiskjals, reikningur eða kreditreikningur til þess að fá þessa merkingu inn í færslubókina. Við skulum fara hérna inn á lánardrottinn og sjá hvernig færslurnar líta út eftir að hafa verið bókaðar með þessari merkingu. Förum hérna inn í lánardrottinn, förum í færslurnar og við sjáum hérna eru færslur efst sem eru komnar með þessa verktakamiðamerkingu á sér. Við getum síðan alltaf bætt við þessum merkingum hérna handvirkt, tíntar inn á þær færslur sem að vantar og svo framvegis. Einfaldlega með því að slá bara inn í þetta eða fletta upp á þeim kódum sem er í boði. Einnig höfum við möguleika á því að merkja margar færslur í einu með verktakamiðakóda. Við förum hérna í tengt og við förum í færsla og við förum hér í breyta verktakamiðamerkingu. Þá segjum við hérna já á þetta og veljum þennan kóda og þá erum við komin með verktakamiðamerkinguna á þessar færslur sem við völdum. Við sjáum það hér, komum hérna inn. Við getum farið hérna inn í valmyndina og skoða verktakamiða og fengið upplýsingar þá verktakamiða sem eru í gangi á völdu tímabili. Við förum hérna inn í og setjum inn ákveðna dagsningar afmörkun. Við erum bara að skoða allt árið 2020 og við förum síðan hérna í vinna og við förum í að hlaða niður færslu og við segjum í lagi á þetta. Og þá fáum við hérna inn upplýsingar inn í þennan lista hjá okkur yfir þær upphæðir sem er í gangi. Við séum einungis einn lánardrottinn og þetta er upphæðin sem er á honum. Og í framhaldinu þá ætla ég að fara yfir hvernig við skilum síðan til skattsins upplýsingum. Við förum hérna yfir í valmyndinni í verktakamiðaskil og við höfum hér upplýsingar skýrslu sem við getum tekið út, heildarfjárhæðir eða samtölur fyrir tímabilið eða niður á ákveðinn lánardrottinn. Það er ekki nauðsynlegt að fara í þær áður en sent til skattsins. Við förum því beint hérna í vinna og senda verktakamiða rafrænt. Og þá er sagt hérna að við séum að senda frá prófunarþjónustu, það er bara svona til að viðvöruna fyrir okkur og við segjum bara já við því. Og við setjum hérna inn dagsendingar afmörkun hjá okkur og segjum í lagi á það. Við erum að senda inn árið 2020, segjum í lagi og þá biður kerfið okkur veflykil og við erum hann hérna hjá okkur og afritum hann hérna inni og segjum bara í lagi. Þá ferum við í að skila inn til okkar. Hún segir hérna verktakamiðar hafa verið villuprófið í til að lagi til að halda áfram og við segjum í lagi. Það er smá athugasemdir við höfum verið skilað inn áður en við erum með prófunarþjónustu þannig að það er allt í lagi. Segjum bara í lagi á þetta. Og þá heldur hún áfram og segir að þessi við sendir hérna til og við segjum í lagi áfram á það og þá sjáum við að við erum komin hérna með línu yfir senda verktakamiða. Við getum skoðað upplýsingar þá miða sem við höfum verið sendir með því að fara hérna í að sækja PDF. Þá fáum við PDF-kvittun fyrir því sem við höfum verið að senda inn og við vendum þetta í lagi og við þurfum aftur að afrita veflykilinn hérna inn og við segjum bara í lagi á það. Og þá
hleður kerfið niður fyrir okkur, sjálfkrafa PDF skrá og hún bara birtist hérna, ef það væru margar þá myndi hún auðvitað sýna margar blaðsíður. Þetta kemur hérna sjálfkrafa út og þetta svo sem hægt að senda út til viðkomandi lánardrottna. Nú að lokum vil ég þakka fyrir og benda á að fleiri Business Central vörur frá Advania að finna í AppSource hjá Microsoft.